Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú hann kominn til mín í sófann, hann Bibbi. Velkominn. Já, gæðir. Þú ert með íþróttaskóla hérna á Akureyri fyrir litla krakka. Segðu okkur aðeins, þú ert ekkert að byrja á þessu, varst ekki að byrja í gær. Við fluttum hingað á Akureyri 2005 Já. Og þá byrjaði ég með þetta í síðuskóla, íþróttahúsi síðuskóla. Fyrir 15 árum? Já, fyrir 15 árum. Og það er svona 15 árið að klárast núna í vor. Já, Og vorunin, hún byrjar núna á morgun, 25. Já. janúar. Þú selur þetta svona önn og önn, sem sagt. Já, 10 skipti. 10 skipti, já. Og mér heyrðist þú vera með mjög hagstætt verð líka á þessu. Og það er ástæða fyrir því. Já, ég hugsa bara þannig að litlu krakkarnir sé ekki hópur sem á okra á, sko. Þannig að þetta kostar 7.000 skall, 10 skipti klukktími senn. Og þá geta allir verið með, eiginlega. Já, ég er svona að vona það. Það sé allavega flestir. Já. Og hvernig, þú kemur ekki bara samdægurs 5 mínútum fyrir og riggar einhver upp, þetta er aðeins meira en það? Já, þetta er svona, ég mæti á föstudagskvöldum og stilla upp og svo mæti ég fyrir, þetta byrjar kl. 9, ég mætti svona 8 og hellum á kaffi og svona geng frá lausum endum. Fá foreldrar kaffi? Já, alltaf kaffi. Já, fyrstlega, eiginlega þjónustu. Já. Og hvað ertu að fá marga krakka svona að meðaltali? Það eru svona 40 krakkar svona jafnaði sem mæta. Mæta bara bísbert kl. 9 á laugardagsmorgnum? Já. Til í tuskið? Á aldrinum 2 til 5? Já, 2 til 5 ára. Og hvað eru svona helstu áskoranirnar þínar með svona unga krakka? Hvað er hérna? Já, ég legg mest upp úr að öryggið. Það hefur aldrei neitt krakki slasast þarna á þessum 15 árum. Þannig að maður bindur allt niður alveg sama hversu ólíklegt það er að eitthvað komið fyrir þá reyni ég að binda allt og bara reyna að hafa fjölbreytt þannig að það er reyna á sem flesta vöðva og hafi gaman að þessu, það er nú fyrir mestu að krakkarnir. Það er fyrir mestu. Og þú byrjar alltaf á einhverjum smá upphitun? Já, 15 mínútur svona fínhreyfingar og með grjónapoka og jafnvægi og hoppa á öðru fæti og þannig að þetta er svona ýmis konar leikir svona upp að það sem allir krakkarnir eru saman, fallhlíf og fjör. Fara undir fallhlífina og þetta. Já. Og svo er með bolta í fallhlífina og skjóta þeim upp í loftið og svo endum við alltaf með fallhlífina þannig að við reynum að láta fallhlífina fara upp í loft. En það tekst reyndar aldrei. Það er alltaf einhver sem heldur aðeins svo lengi, en það er bara gaman að því. Og þegar uppbytunin er búin þá fara þau út um allt? Já, fara út um allt og fara bara í þau tæki sem þeir líst best á og það er enga raðir helst. Nei, og mamma og pabbi er ekkert eitthvað að skreppa á kaffihús á meðan, þau eru allan tíman. Nei, þetta er bara samverustund, sko. Já. Ég líti á þetta bara sem að það sé nóga stöðum á Akureyri sem eru í pössun fyrir krakkana, sko, og raðir. Þannig að foreldrarnir eru þarna, þeim finnst það gaman. Þeim finnst mjög fínt að vera þarna með krökkunum og sjá framfarirnar frá 1. tíma til 10. tíma. Ertu að fá kannski krakka alveg 2, 3, 4 og 5, bara öll árin? Ég hef verið, sko, með krakkarna sem byrjuðu 2 ára og svo var systkini komið inn og þá héldu þau bara áfram til þau voru 7 ára. Já, gátu ekki hætt. Nei, þeim fannst þetta alveg nauðsynlegur hluti og mér finnst það bara gaman að því og þau náttúrulega þurfa ekki að borga þegar þau eru orðin svona gömul, þá bara komaðu með sem aðstofamenn Flott. En getur þau bætt við í blómum því að nú er tími á morgun, fyrsti tími annarinn að byrja á morgun og ef einhver sér þetta og vill koma? Já, þá sendur mér bara póst. Það er auglýsing í N4 dagskráni. Já. Þannig að þeir fletta henni bara og sjá þetta. Við gefum ekkert upp e-mailið hérna, þau þurfum bara að fara í dagskrána. Fara í gegnum dagskrána, finna mailið, já, flott. Og þetta eru 10 skipti, segiru? Og þetta er frá 9 til 10, er þetta klukkutími? Já, þetta er klukkutími og í lok tímans þá hjálpast allir að ganga frá, þannig að við getum nota næstu í klukkutíma í leik, sko, svo tekur 5 mínútur að ganga frá því sem ég var. Þú er svona mikinn mannskap aðstoða. Já, það sem maður er 3 tíma að stilla upp, það eru þeir 5 mínútur að ganga frá. Akkúrat. En það er líka bara, krökkunum finnst það líka gaman, sko. Já, bara partur af þessu. Já. Ganga frá eftir sig. Og það er engan bilbug á þér að finna, 15 ár? Nei, á meðan að krökkunum finnst þetta gaman og fólk skráir það í þetta, þá er eiginlega erfitt að hætta þessu. Og og mér finnst þetta líka gaman. Þetta er eiginlega skemmt. Til að sofa út á laugardagsmorgun?
Nei, maður var svo gamall, maður er löngu hættur að sofa út. Maður fyrir að pissa klukkan 6. Akkurat. En svo líka bara, þegar krakkarnir eru mættir, sko, þá er þetta eiginlega skemmtilegasti tími vikunar að vera með þeim hérna út. Maður sér hvað þau eru þakklátt og ánægð, sko. Eitthvað sem hefur komið upp á svona sem að, er allir jafn ánægðir með allt eða hefur verið kvartað yfir einhverju eða hvernig? Nei, það var kvartað undan einu lagi sem var blótað svolítið. Þú varst að spila músík líka? Já, alltaf músík, sko. Íslensk tónlist alltaf. Já. Og kvartað undan einu lagi með einhverju smá blótsýrði og ég tók það bara út, það var ekkert vandamál, sko. En síðan er það náttúrulega gleðilegt þegar krakkarnir mæti í vestamtreyjum. Já, þú ert svolítið agitera þá fá þau næstu því afslátt, sko. Þú varst að segja mér aðan, þú hefur mætt alla laugardagsmorgna í þessari treyju. Þetta er bara vinnugallinn. Þetta er vinnugallinn. Ég vinn meira heldur en vestam, það er hægt að segja það kannski. Þetta er frábært. Bara, þú vagnar snemma í fyrramálið, þú fer í kvöld og græjar síðuskóla íþróttasalinn og allir sem vilja bæta sér í hópinn bara senda þér tölvupóst og mæta, er það ekki? Jú, bara og þetta getur líka alveg mætt bara og skráð sig á staðnum. Já. Það er ekki verið að panika þó ég svari ekki tölvupóstinu. Nei. Heyrðu, það er frábært að heyra þessu, það er aldrei ómikið af íþróttum og svona sprikli fyrir krakkana. Nei, það veitir ekki að byrja snemma að láta þeir hreyfa sig. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu, Bibbi, og gangi þér vel. Já, takk að þér fyrir.